Sjöldlega heitt hérna Moving on Sko, ég hef aldrei heyrt jafn mikla þöggt hérna inni En ég var ekki að segja neitt rámt Nei, Ég var ekki að segja neitt það sem hefur ekki gerst Hvað er að gerast á árinu? En það er svo fyndið og þetta er líka á árinu það sem maður má actually segja eitthvað sem gerðist og það er, maður er ekki cancelled Try it Gleðileg jól Núi, herri hvaða rödd var þetta? Það vantar einhvern í stúdíóið En það komið annar inn Já, þetta er svona þegar einn deyr fæðist nýr Já Búblur og bjór Herri, ég og Þröstur erum hérna og fengum hérna lánaðan vin Lánaðan vin? Við fluttum hann inn Já, hann Jóa, velkommen Ég velkomin Ja, tak. Jeg kommer fra Danmark. Danmark, ja Ja, jeg snakker dansk. Búin að vera þarna í 1 ár Det er multikulturel podcast her. að spesa röðgráð með flöða Þú er búin að vera í Danmörku og þú Þröstur í Nóri Já, hvað er þú búin að vera Birkir minn? Ha, allan heim Já. Ég ætla ekki að fara inn í þess International Man of History Daði er seinn Hann er einhver staðar þar sem við vitum ekki hvað hann er He's somewhere We don't know where he is Og Davíð er dáinn Hann er dáinn, aftur Drykkju dauða Já Einu fyrir Já. henn Elsku kúturinn Æi En Hann fekk náttúrulega viskiflösku hérna frá mér hérna í Secret Santa hérna Já, hann er búin að vera að drekka hana Já. Þú drafst hann Sorry You heard it here first, people You killed David You bastard En hvernig voru jólin hjá okkur? Jói Ja, ég skal byrja. Já. Bara búin að vera styrluð. Ég hef ekki sittið á mínum eigin rassi bara síðan ég kom til landsins. Það er búið að vera flegi og ferð með jólabóða og ég fór í 3 hangikjötsveislur á 2 dögum og þú veist, bara kjöt, salt, bólga á fótum og hérna get ekki kreft nefana lengur það er svo bólgin sko. Ói, Já. þetta er allt og mikið Ég neita að fara í svona Já. veislur núna Fyrir Það bara er- eina Einmitt. á náttfötunum Hjá That's it. hverjum? Já, tengdó sko Já. Við vorum alltaf í svona fínu fötum og ég var bara, veist, til hvers? Við erum bara hérna í hádeginu Hvað með næst að vera í náttfötum? Allir bara, ok Þú veist, djöðlega, hann klikaði hana Varstu Birkir heima hjá þér á aðfangadagskvöld? Já. Ég var þar Þið 4 Nei, fengum mömmu og mannin hennar Okay. til okkar Flott. Það var super nice, ég var að elda frá 2 til 6 Gekkja Vel gert. Já, ég var í svundu og super sexy Í hvað hendur þú? Herru, ég hendi bara í Vá, hamburgerhrygg Hambó. Já, hambó maður Góður. Vá, ég bara einhvern veginn opnaði augun Hvað er þetta að segja? Lamba eitthvað Já, Í hvað hendur þú? ég bara hendi hún bara eitthvað. Nei, þetta var geggja og með sérsósu og þetta var Æðislegt. alveg bara geðveikt Það er eindislegt En þú Þröstur? Herru, við bara hérna vorum heima hjá mér á aðfangadagskvöld og tengdu var með okkur Já og hérna, það var bara rosalega notalegt Svo var hérna 2 matabóð á jóladag 2? Já, 2 En guðsilof það var frí í gær eða sem sé annan í jólum þannig að það var nice Það var næs Já. en ég eins og Jói sko, það var bara, ég gat ekki kreft nefana í gær og Þínu skotnir og stóri Einmitt. Bjúur bara eitthvað þrútin ógeðslega Þrútin, ég þarf að vera inn í skóm get ekki meira reykt kjöt Nei, ég er eiginlega sammála Ég er með Einmitt. afganga og ég er alveg svona pöntu pítsu Já, komið þangað Ég er alveg þar sko. Já. En hvað fengu eitthvað skemmtilegt í jólagjöf? Góð Já. spurning. Ég fekk húu.
Nice, Já. það er kalt úti. Já, það er kalt úti, já. Það passaði fínt út af því að þú ert farin að vera aðeins tunnarður. Já, ég ætlaði að gera grína Daða Dísel og segja ég væri að herma eftir honum, en ég næði ekki, hann er ekki á svæðinu. Nei. En ég fekk húfu, það er kalt í Danmörku, sko. Kaldara í Danmörku Það er heldur en hér. kaldar í Danmörku heldur en hér, núna. Það er bara... Reyndar var jólin með hita og þau voru veik. Þetta eru bara absúrt jól, sko. Það var allt veitt, sko. Það var alveg svakalega heitt, sko. Og ég komst ekki í jólafílingin. Ekki heldur. Var einhvern storm úti, 9 stig hiti og ég var bara þetta er svona júní sumar, leit ég bara út, ég bara þetta var, ég viðurkenna það, ég komst ekki alveg í jólafílingin fyrir en í jóladag og voru upp í sófa drekkandi kampavín allan daginn. Such a beautiful day. Já, ég trúi því. Það var geðveikt, sko. Ég held að ég hef ekki farið úr sófanum. Svo mikil prinsessa. Ég var upp í sófanum allan daginn með kampavín. Ég var að horfa Lord of the Rings, maður. Náður allir trilógíinu á sama deginum? Já, ég sopnaði svona 2-3 ár. Já, það er Klassist. Sem vaknaði, enda sama myndin. You shall not pass. Já, þetta er svo geggja. Þetta er jólamyndi fyrir mig, sko. Já, Milli jól og nýjast horfum ég á það. Já. Og ég bara, með kampavínið og... Hvað er 25 ár síðan fyrsta myndi kom út? Já. Það ekki? Jú, 2001, ég og Þórun vorum hana, 19 ára gömul, horfa á það. Bíó. Regnbóanum eða eitthvað? Nei, fórum í, það sem er að hætta. Álfabakka. Álfabakka, thank you. Okay, Jói maður, kemur þetta sterkur. Já, ég er með bíón á hreinu, sko. Annars ég held að ég myndi ekki fá neitt í jólagjöf. Okay. Sem fekk ég bara fullt í jólagjöf. Bara fyrstu fullt í jólagjöf? Ég fekk held ég bara einhverja 7 kampavinslaskur. Held ég. Hvað áttu margar eftir núna? 2, 3. Fyrir utan það sem ég keypti, sko. Já, ég fekk líka bara, geggja ylvatn. Geðveikt, sko. Ylvatn, rakspýra. Ég með núna, sko. Kallmenn nota ekki ylvatn. Jú. Þetta er unisex. Já, homey. Þú ert svo metró að hálfa að vera hellingur, sko. Hvað meinar? Ég er bara manneskja. Ég er gender blind, svo ég get verið hvað sem er. Það er gott að vera það. Er það ekki? Jú, það er mjög gott. Jú, vel að ánna með þetta. Þú ert kameljón. Ég geti alveg verið konu fyrir mér, sko. Ég sé þetta ekki, sko. Two guys with tits, það er fínt. Oh my god. Jesus. Herru, hvernig var samt ári hjá ykkur? Hvað stóð upp úr hjá ykkur? Jói. Hjá mér? Vá. I don't remember nothing. Frábært sumar í Danmörku. Já. Ef þið hafið eitt sumri í Köpen, það er bara æðislegt. Og já. Var nú ekkert sumar hérna, sko. Þú veist, yfirleitt fer maður bara til útlanda yfir sumarið og fær svona snefil af hita og eitthvað. En að, þú veist, eða heilu sumri, þú veist, í svona góðu veðri og það bara mæli með því, sko. Pröfa það. Ég þarf eiginlega að prófa þetta. Þú verður eiginlega að gera það. Segja upp vinnunni alltaf á sumrin. Ég fann að vinna annars þar. Enda einhvers þar inni á glugganum. Ég missa af þessu. Why did I do this? En þú, Þröstur, hvað stóð upp í hröðar? Já, ég náttúrulega kom fyrir einum kofa og byggði hann að reysa svona pall, sturtu og pott og ég kom okkur fyrir á landinu okkar. Já, ok, það er svona... Þannig að ég tók ekkert frí í allt ár. en þetta er það sem stendur upp úr. Já, það er komin bústæður og það er hægt að fara notan. Já, það er byrjar, getur notan. Já. Takk fyrir boðið. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já. Hvað er það ykkur? Ég er ekki eins og búin að vera fyrstu nóttinni að það. Það er hægt að nota, segði þig. Prima nocte, ætlar að bjóða hér að söðingjanum að sofa hjá eigin konuðinni. Braveheart reference. Já. Fór alveg yfir hausinn og nokkru við það. Það er bara 2 hérna. The first night. Prima nocte. Ég held að, ég fór náttúrulega
Coldplay tónleika. Það var geðvegt. Í alvörunni? Já, Það er bara búin að vera draumur minn í sko bara 10 ár. Vá, Geðveikt. maður, Þú varst börstaður upp á stóra skjánum. Já, ég var þar með titlingin úti Já. að gera þyrlu. Já. Reference í hérna smá jam hérna hjá okkur. Jói fannst ég sopa. Kannast ekkert við neina þyrlu, sko. Nei. Nei. En það stóð mest upp úr. Þetta var alveg geðveikt. Veitu, hvar fórstu á þessu tónleika? Wembley. Jesus, maður. Já, með front row seat bara yfir allt saman. Geðveikt, ógeðslega gaman. Já. Síðan, Danmörkuferðin var mjög góð líka. Fórum í Tívolí, byggðum krakkanum. Já. Það var geðveikt. Bankaðar ekki upp á? Hjá þér, já. Varstu í Kaupinu? Ég býðar, sko. Hliðin á Tívolíinu. Hliðin á Tívolíinu? Nánast, sko. Í alvöru? Já. Ég var hliðin á Tívolíinu. Bara hinn með Hinum við hitt hliðið. Já. Já, einmitt. Ég veist, Danmörkus stóri, ég vissi ekki að það var hliðin á Tívolíinu. Og með alla fjölskyldinu með sér og tengda Já. Við ætlum að fara hérna í, hvað heitir það? Hvað heitir þetta? Það sem allir reyktu í gamla dag? Kristjanía. Er það ennþá til eða? Veitu það, ég er búin að vera í Kaupinu núna í 1,5 ár og ég hef aldrei farið í Stínu. Er það ennþá svona, veist, það sem... Sko, þeir eru búin að loka Pussy Street, sko. Íbúar Kristjaníu sem sagt bara refu upp hérna götuna. Já. Og bara vísuðu þeim að dyr, sko. Ég ger mér enga grein fyrir hver staðan er, sko. Þannig á þessu svæði, en það er mikið reykt í Kaupinu. Það er yfirleitt lykt að jónu einhver staðar. Okay. Saman hvort þú setjum í Norrebró eða Vesturbró eða hvað, sko. Ég fann enga graslykt. Einmitt. Ég bara, en þegar ég var í New York, þá var ég alveg bara döysas. Það er nefnilega málið með New York, sko. Þeir urðu líbó á cannabis og þeir eru með svona búðir hér og þar, það sem fólk getur keypt og... En það er svo fyndið, þú mátt reykja þarna, veistu, gangstéttinni, en þú ferð í fangelsi eða þú ert með bjórinn. Sko. Bara, vá, þið eru svo miklu vitlýsingar. Þú mátt drepa mann út á götu en þú mátt ekki ríða honum út á götu. Nei, það, veist. Það er bara Já, sína tilingin. Nei. Hvernig fórum við þangað? Ég veit ekki. Nei, ég er sammálaður, þetta er löstur á New York, sko. Já. Það er það. Hérna, en náttúrulega janúar byrjaði skringilega, það var á árinu. Nei, hann byrjaði bara mjög vel. Þegar Birkir á afmæli. Nei. Það byrjaði alltaf vel þannig. Reyndar. Ammælispartíin og svona. Ég er svo mikið ammælispartíin. Það var þegar í hérna LA brann. Já, alveg rétt, maður. Það náttúrulega bara var eitthvað annað skrítið. Það var rosalegt. Það var bullandi íkveiki á 2 stöðum, sko. Já, jafnvel 3. Jafnvel 3, já. Aldrei þetta hefur verið... Nei, við skulum ekki fara í einhverja samsæriskenningar, sko. Það kviknaði á sikkurum staðnum, sko. Gjössanlega sikkurum staðnum. En var það ekki af því bara það voru 2 út að reykja á sikkurum staðnum og skutu sígarettinni og svo Jói, bara... ertu búin að reykja? Já, ég líka. Nei, en sko... Er þetta ekki vindáttin? Jú. Og svo mikill vindur. Jú, það var búið að vera vara við þessu. Já, einmitt. Þetta var svo bara ef vindurinn myndi vera þarna og myndi kveikna í öllu. Einmitt. Vindurinn aldrei í þess átt maður. Sér bara leið og vindurinn kom þá kveikti einhver í og allt brann. En þá komið mitt conspiracy theories upp að þeir vildu byggja nýju borgina fyrir Ólympíuleikana, sko. Á næsta ári. Og því þeir voru búin að gera út bara New City. Já. Þeir voru búin að gera út plan, sko. Já. Síðan allt í einu bara brann allt saman. Einmitt, sko. Miklu auðveldar að byggja núna nýtt svona rail system og allt, sko. Og svo var svona ádeila á ríkisstjóran Gavin Newsom, heitir hann ekki Newsom? Var þetta ekki kona? Nei, konan var í bruna slökkuleginu. Já. Yfir maður slökkuleginu. Hún var eitthvað bara, nei, ég vil fleiri konur einn en hvað með vassbrunana? Nei. Skýt með það, maður. Fleiri konur einn. Allir bara, okkur vantar vatn í þetta. Bara, en hún var rekin, held ég.
Vinnið það? Allavega, það var ekki vel að þessu staði. Það var einhver bara, hvort það var vanfjármagnað slökkuliðið eða hvernig þetta var, sko. Já, þetta var, en síðan kom Trump og bjargaði öllu. Hann var forsetið stuttu eftir. Alveg rétt. Trump. Jók, ég ekki Trumpisti, sko. Alls ekki. Hann er ekki góð maður. Já, það er hægt að hafa verri. Það er hægt að hafa Biden. Biden er bara grei, sko. Hann var svo gaman. Hann er svo veikur. Já. En okkur þurfum Bandaríkjamenn alltaf að velja einhvern á dánabeðinu. Góð spurning. Það eru alltaf svo gamlir. Já. Hafið séð til dæmis eins og Obama þegar hann kom inn, hann bara, ég er forseti, síðan bara eftir 4 ár bara grátt hárið. Bara, þetta er... Sama gerist við Bill Clinton. Já. Þetta er bara stressandi jobb. En náttúrulega Bill Clinton var með, sko, svona on the side, svona reliever. Já, hann var að reyna að halda sér ungum þannig, sko. Já, hann var með svona stress reliever. Það ekki? Hey Monica, you wanna go to the other side? Já, maður, þetta er bara, ég ætla að fá mig vindil, blik. Nei, síðan, hvað var meira á árunni sem var svona... Þetta var eldgos á árunni. Það er allir hættir að tala um eldgos, er það bara átt? Veistu hvað? Ég man ekki hvort það var eldgos eða ekki. Jó, það var eldgos 25. Aha. Já. Æ, þegar eldgosi kemur, sko, þá var alveg eldgos, allir bara, whatever. Ég held nefnilega að síðasta eldgos að það byrjaði í nóvember 24. Já, og það staðið fram yfir áramóti eða eitthvað svona, og svo hefur held ég ekkert gerst, sko. Eldgos hófst við stóra skógafall á Sundhnjúka rauðinni á Reykjanesi miðvikudaginn 16. júlí 25, lauk 5. ágúst. Svona sjáum minni mitt, svona er búið í Danmörku. Ég meina, þú veist, þetta var líka 9. gósið, sko. Já, það rennur saman. Já, gerir það. Já. Rennur allt saman. En það stóð líka bara í nokkra daga, held ég. Já, frá 16. júlí til 5. ágúst. Já. Það eru 2 vikur. 3 vikur. Já. Þetta var allavega, var ekki Norður Kórea opnuðu líka landamærin sín, en voru fljótir að loka aftur. Gerðu þeir það? Já. Til hvaða ríkis? Til Kína eða? Nei, það bara stóð bara að þeir opnuðu landamærin. Já. Bara þið með fljúa inn. Já. Og síðan bara stutt setna bara, nei. Nei. Já, þeir spöllu eitthvað við Suður Kóreu. Já. Og það var eitthvað handabanda dulleri og eitthvað viðhöfn og eitthvað svoleiðis og aðhöfn og eitthvað og svo lokaður fljótt eftir. Ég man ekki hvernig þetta voru. Þetta var bara, þú veist, þetta var bara í sömu vikunni eða eitthvað. Já, þetta var svo stutt, sko. Síðan var orð ársins var 6-7. Hættu. Það var orð ársins, jú. Nei, ég neita því. Það var orð ársins. Þetta er glatað. Það er ekki orðinu. Þetta er ekki orð, þetta er 2 tölur. Ég veit það. Og það hefur enga þýðingu, nákvæmlega enga þýðingu. En það finna við það. 6-7. Hættu þessu, þú drepið mig með þessu. Þú finnir það. Síðan, þetta var orð ársins sem er ekki orð. Og manneskja ársins hjá People Magazines var AI. Manneskja ársins? Já, það var AI, var manneskja ársins. Það var nefnilega í mars 2025 þá föttuðu þeir að AI er ekki lengur hvað heitir þetta, tækni, heldur þetta er orðið að veru. Þetta er nýja Jesus. Sko, það eru 3 tegundir. Hann fættist með enga pappa. Það ekki? Það ekki? Við bara sköpum. Hvað heldur Jósef segir við þessu? Einmitt. Jósef, greið Jósef maður. Allir voru alveg hún svaf hjá einhverjum. Og Jósef, þetta er sonum minn. Nei, ég trúi konunum minni, sko. Já. Ég trúi henni. Hún settist bara á klósettið, sko. Já. Hún smitaðist eða einhverju. Já. Fór í heitapott. Einhver engill þar eitthvað leið. Hey babe. Do you want me to bless you? I am divine. Anyway. Já, ok. Hvað gerist meira, Þröstur?
Hvað gerist með það? Jói, erstu með eitthvað að punta? Já, ég hef fullt af punktum sko. Danir ákvaða að eyða 35 milljörðum danskra króna af eftirlaunasjóði Dana í að kaupa F-35 þóttu frá Bandaríkjamönnum. What? Í alvöru? Já. Nei. Jú. Og svo sko er þetta svo skrítið af því að á sama tíma eru Bandaríkjamenn að heimta það fá að innlima Grænland inn í Bandaríkin og þriðja sem kom á sama tíma var það að Bandaríkjamenn væru með ákveðið kill switch á þessum F-35 þotum sem þýðir að ef þeim er þið beitt gegn þeim eða gegn einhverjum sem að þeim líkar vel við þá er bara hægt að hitta á stopp. Danir hættu við samningin? Nei, þeir keyptu þessar vélar. Þeir keyptu vélarnar? Já. Shit. En þeir hættu við eitthvað samning gagnvart Bandaríkjamönnum? Já, þeir eru svolítið súrir út í þá, sko. Já, sjálfsögðu. Þeir eru mjög súrir. En Trump vildi eignast Grænland. Já, hann gaf út yfirlýsinguna, hann ætlaði að kaupa og taka yfir þetta. Já. Og eitthvað bara, hvað er það? Þetta er svo snar klikka, sko. Bara, þetta er svo fyndið þegar svona, pólitíkar og allt þetta eru að einbeita sér einhverju useless shiti. Eins og, hvað heitir hún hérna Katrín hérna, íslenska? Katrín Jakobs. Já, herðu, þegar hún hérna var valin inn, þá ætlaði hún að einbeita sér að gamla fólkinu, hjálpa þeim. Nei, ég ætla að íta því til hliðar, ég ætla að fá sko leyfi á hérna, hundum og kettum inn í allar byggingar. Þetta tala Sæland? Já, Ingu Sæland. Inga Sæland. Já, sorry. Já, hún ákvaði að kæra það í gegn. Skilja gamla fólki eftir. Ég býðu með það. Deyr hvað sem er. Þú veist ekki kettirnir og hundar. Núi! Wow, the D-man. Bara gott. Kemur maðurinn. Seint koma þrestir ekki. Nei. Ha? What? Ég kom víst? Nei, seint koma sjálfséðu hvítur hrafn. Já, takk fyrir. Eitthvað svo leiðis. Ok, vá. Þetta var svona Þetta var bara einfart dauðans. Vertu velkomin, gleðileg jól. Ég fæ bara klassana hérna. Új, sér eftir blöytur og kaldur svona. Hvað varst að gera með þessar hendi? Er mækminn inni? Svona blöytur? Já, úr inni. Út inni. Ok, gegga. Velkomin. Hæ. Shit, sorry hvað ég sett. Hvað hérna, engin Davíð? Nei. En dáinn? Hann dáinn. Aftur? Þröstu drapan. Ótrúlegt. Þröstu drapan með áfenginu. Alltaf dáinn. Gaf hann áfengi og hann bara hvarf. Hann er svo pólsku maður sem fær hérna vodkaflösku á föstudegi sem á að vinna á lögði. Hann mun aldrei sjást. Hann kemur alltaf aftur. Hvað segir? Er það ekki sem segja? Hvað erum við að tala um? Herri, árið Sem er að líða. Já. Hvað stóðu upp úr hjá þér? Eignast barn. Það er svolítið stór áfangi. Það er svolítið stór áfangi. Það er bara búið rosa mikið vinna. Gerist það á þessu ári? Gerist það? Gerist það þessu ári? Það eru moskítoflugan, fucking moskítoflugan. Herðu moskítoflugan. Getu við kært álverið á Grundartanga fyrir bæði lúsmíið og moskítofluguna? Hvernig fæði það átt? Hver er? Þetta kemur í gámunum sem koma þangað. Því þetta lifir allt í kjósinni, það finna sér stað þarna. Þetta er bara... Það er búið að skemma þessa 4 sumardaga sem við fáum á ári með þessum flugum. Það er alveg rétt. Og líka, þetta er eina sem við höfum. Já, þetta var eina sem við höfum umfram Við erum ekki með moskító, Svo kemur lúsmíð. Já, við höfum hérna, við höfum moskító en gott viður, margali. Já, en við erum ekki með moskító. Nei, og svo kemur lúsmíð og það er svona, ok, eitthvað lítið kveikindi sem býtur, fucking moodkiller. Svo koma þessar fuckheads. Okkur eru við hérna sko. En byrju, er þetta ekki útgáfa af moskító sem að herja bara á húsdýr eða? Ég ætla að fucking vona það. Ég geta bara á húsdýrin. Það er fundið 2 allavega tegundir allavega. Já, ok. Hún kemur hinn sko. Sjálfsögðu. Ef hún er ekki mætt sko. Sko, það eru moskító á Grænlandi, á Suður Grænlandi. Já. Og það er á starfið sko hrossaflug. Við erum að tala um sko sentimetra langan odd sko. Sem er stórt. Það er mjög stórt. Já, ok. Við þurfum bara kaupa allt. Jú, við fattum þetta. Ég fattum þetta. Kanada gerir þetta á nokkrum árum sko, þá náður þeir að útrýma moskítoflugi hjá sér. Hvernig? Það er bara eitruðu eins og motherfuckerar. Getur ekki byrjað því í kjósinni núna?
Jú, Getum við ekki það er bara, bara taka landið bara, og þú veist, mýflugan og hérna, já ekki alveg mýflugan kannski en hérna lúsmíð og það Já, við lostum bara dreipum þetta allt saman veist, ég veit að þetta er, jú, það er fiskarnir sem geta þetta og lifa á þessu en þeir meira líka bara dega maður. Höfum bara ekki til að gera Sko, alla tilraunir með hinn náttúrulega heim geta snúist í andhverju sína eins og Killer Bees Já. þegar menn ætluðu að útrýma búa til vinalegar hunásflug Já, Og hérna- er ekki alltaf bandarækjumenn að býða þegar það er komið til sín? Þetta er bara bandarækjumenn tala um þetta annarkvæmst ár. They're gonna come, killer bees are gonna come. Já, Er ekki það konar held ég? Nei, síðan stóðu upp úr líka árinu þegar var einhver að taka TikTok-vídeó með vélbyssur og allt fór á hliðina. Já, Það fór allt á hliðina. ég skil það samt alveg. Þetta er ekki eitthvað sem við viljum hafa þó þetta sé ekki alveg byssur. Er það bara fucking cool að vera bara með leikfangabissu og eitthvað bara, sjá hvað ég er mikill töffari. Eða þú ert að koma úr þessum bakgrunnu og einn eða tveir að munu kannski að vilja reyna að promóta þetta í framtíðinni þá Ok, það er bara, þú veist, þetta er svo þetta er. Það er bara síðan var hann Litli Gils, hvað heitir styraboltinn Gummi Emil. Já, Gummi Emil, hann var handtekinn fyrir að Þeir á sveppum. Nei, Já, var hann ekki á sveppum á Suðurlandsbrautinni? var Jú, það á þegar- þessu ári? Þegar hann var handtekinn, ég manna ekki hvort það var þessu ári. Allan, hann var handtekinn núna fyrir að postaði að hann var með riffil á veiðum. Hann postaði því, Það má alveg skilja. löggan kom og hann tók hann. Hann var bara, veist, what? líka- Hann var á veiðum? Líka verið með riffil versus hríðskotabissu þó hún hafa ekki verið alvöru, það er alveg tvent ólíkt Já, í bænum eða út í sveit. Nákvæmlega. ég get ekki sagt eitthvað hvað eru margar myndir af mér á Facebook með haglabissu Það eru mjög margar þröstur. Það eru Þú þarf að fara í sálfræðitíma. Ég veist, það er einhvers staðar á Facebook þar sem ég er á einhverju bát með riffil og ég veist, ég kann ekki að vera með riffil. Já, bara Ég ætti ekki að vera með það. og það finna þér að þú ert ekki eins og með riffil út með haglabissu Á, awkward. er það ekki eitthvað, það er ekki sami hlutur en það? Sko, People kill people, svo- not guns kill people. Svo ég fyrir eitthvað svona þroska sem gerast á hannu. Kvennafrí, ég var 50 ára. Já, frábært Hvernig fríð var 50 ára? Já, ég hann að kvennafrí staðan þegar vilja allar mótmæladagurinn Þegar, þetta var frábært fyrir 50 árum síðan og Já. við skulum svo sannarlega lifta þessu upp og Já. halda þessu upp á floti en að allur dagur heill dagur fari undir þetta já, þetta er svona, já. þú veist, þetta var svo mikla öfgar Við eigum erfitt, Margali. Þið Nei. eigið ekki erfitt. Já. En var þetta ekki bara seinniparturinn? Fóru ekki bara í bæinn eftir Nei. hádegi? Nei, þetta var orðið alltaf dagurinn. Þetta var allir dagurinn. Þetta var alltaf setjum parturinn, sko. Hvar Það er var eitthvað okkar hægt á hádegi frídagur? eitthvað. Okkar kallana. Nei, Ég bara spyr, við vinnum og vinnum og vinnum og fáum aldrei frí. við sem hvíti kallmenn erum komin í minni hluta dæmi sko. Já, reyndar, við erum mótafólki. Við erum vanda fólki Takk fyrir að hlusta. Daði lappar hérna inn bara inn í hvað var ég að labba. Þetta er þungur andi hérna Nei, inni. þetta er nei. árið sem var að gera. Ok. Ég er að Þetta með eitthvað meira þroskað. Hvað er með annan lista af þróskuðu? Kom svo, það er allir að hlusta. Býða. Síðan, Nei nei, ok. Þannig að stæðsta fréttin fannst mér þegar Charlie Kirk var skotin. Það var svolítið stórt Úf, Já, mjög veistu stórt, að já. Það var mjög stórt. það er svak. Það fannst mér alveg bara magnað að maður gætt séð þetta bara í beinni, bara up close and personal, bara á rauntíma og síðan, Varst að horfa á þetta í beinni eða? já, veist, þú fattar, Já, það var nýbúið að gerast. Birkir var með kíkirinn. Daði var eitthvað bara, senda á Já, þig. við vorum að spila í Ég er bara eitthvað- Við vorum að spila í Ég vil ekki PlayStation. sjá þetta, sko. Við vorum að Nei. spila í PlayStation og svo segir Birkir eitthvað Charlie Kirk shot, what? Og ég fer beint á TikTok, slæðið inn. Fyrsta vídeoin sem ég fæði upp, það er bara þegar ég horfa á kúluna að lenda í hálsinn á honum. Einmitt. Og ég sé það bara og ég sagði hann lífið þetta ekki af. Nei. Og bara, wow, þú veist. Mér finnst það fucking sorglegt að því að þó að hafa ekki allir, þú veist, ég var ekki sammála með öllu, en gæinn gætt lagt niður þess að veruleika fyrtu á 0-1. Já, Vókismann. Bara, þú veist, með staðrindum. Já, já. Slæmar eða góðar, þú veist.
Já, Ég er ekki að sammála öllu sem hann sagði en þarna mistu við alveg frekar mikilvæga typu sko. Það var rosalega ekki fyndið en Rosalega fyndið. þetta var rosalega fyndið. Nei, en það er bara þekkt að stjórnmálamenn í Bandaríkjunum eru skotnir. Já. Það er bara, Hann var líka búin að leggja bara upp með konu sinni bara ef þetta gerist þá vil ég að þú haldir áfram og gerir svona og svona. já, bara virðist Þú veist, vera. hann var bara að býða því sko. Já, Eiginlega. var ekki var á þessu ári eða árinu á undan þegar læknir var skotin? já, forstjóri Já. tryggingafélagsins. Var það á þessu ári? Nei, var það ekki árið áður? Fuck, ég man Ég maður það ekki svo glögt sko, en það er verið rétt yfir honum núna, Já, sem strák. en til dæmis eins og Davíð, hann sagði strax þessi gaur gerði þetta ekki. Ég ekki alveg, nei, hvað er þetta? Ég er að setja álhattin á mér og þá kemur mitt og ég ekki alveg, nei, byrja að skoða þetta sem var eilig þetta er eitthvað fishy, sko. Þú ætlaði að segja suspicious. Já, breytti fishy. Sushi. Þetta var sushi. Alltaf mér fannst það, sko. Já, einmitt. Og en hvað, ég er með, sko ég er ekki með gleraugun, sko. Notar þú gleru? Já, ég er honum gamall samkvæmt Daða. Já. Já, 100%. Nei. Er ég búin að vera gamall allt mitt líf þá? Þú? Já. Þú ert gömul sál. Þú vakir lengur en til klukkan 10 á kvöldi. Birkir gera það ekki. Þú fættist gamall. Ég fættist gamall. Með riffil í hendinni. Ég vil skjóta lýrdúfur. Haglabissu. Nei, síðan var eitthvað, þetta allan stóð mest upp úr allan að hjá mér á þessu ári. Já. Og eftirköstin á þessu var Civil War á netinu. Það var á hægri og vinstri, allir að cancela hverju öðrum og náttúrulega vinstri þegar allir voru að hlæja að þessu, gera grín af bara faðir var aflífaður. Það var rosalegt. Og þá komu allir í hægri bara, herru, við getur ekki gert þetta á netinu, hérna er nafnið og allir bara, hringdu í vinnurnar og fullt af fólki var reikið. Já, mér finnst það bara flott. Já. Mér finnst það bara æðislegt. Þá var Sama hvaða skoðun og hefur að sjúti og hlæja og gera grínað einhversu skotin. Já, Það er bara sama hvað þú ert með í sama hvað hann segir. Já. Til dæmis eins og ég var að tala við einn sem var alveg bara, já, þetta hann var bara rasisti og eitthvað svona og ég veit ekki nóg mikið um hann. Svo ég fór og skoða bara tonn af vídjóm og ég ok, hann var ekki rasisti og allt sem hann er tekið úr samhengi. Jú, þú getur sagt bara, já, hann er rasisti, hann sagði þetta, en síðan í öllu heildarkonseptinu, það bara alls ekki, sko. Ef ég væri með kameru á mér allan tíman, ég væri kannski þannig og nú leitni, sko. Ég er svo fein að ég væri ekki með kameru á mér. Þú líka talaði svona stikkorðum hér og þar og þetta svona samhengi svona flæðir en það ratar ekki beint alltaf. Nei, hvað meinar þið? At you hold your brain, man. En 2005 strákar, scary shit á 2025, AI er að keyra sér allt svakalega hratt upp. Já. Það er eitthvað sem ég er pínu smegum með, sko. Já, þetta er Þeir orðið scary hvað það getur gert og hvað það veit. Herðu, hvað It's gonna take over. Já, svona scams, það er, hvað komið, 35% núna? Já. Úr 0,6%. 35% hvað? Text. Já, það er bara fólk er orðið trúaðara. Já, trúgjarnara. Já, ég meina, og svo líka bara póstarnir sem maður er fann að fá eru fann að vera miklu, þú veist, flottari. Herru, ég þekki eitt sem ætlaði að kaupa jólagjafir, geggjaða potta og íslenskur kokkur var að promóta þetta og bara já, nice, velgerð Þroska og hann fer inn á síðuna íslensk heimasíða, geggjaflott hann bara borgar þetta 40 skall og fær einhverja litla plötu svo þeir geta sagt, já, við sendum þetta svo að hann fekk, var skemmar og síðan komst upp að þessi síða var bara skemm þeir tóku niður pottana og núna er sko íslensk hangklæði með eilíðar ábyrgð What? og ég kíkti á þessi síðu og ég var bara wow,
þetta er svo vel gert flottari heldur margar heimasíður á Íslandi. Þú getur líka núna að fara bara inn á síður sem að selja þá þjónustu að búa til síðuna fyrir þig og þú segir bara, ég vil að síðan sé svona litin, ég vil þetta logo þarna, ég vil þetta svona enter. Get ég búið bara til heimasíða? Já. Hvernig? eins og Daði var að segja eins og Daði var að segja ég var ekki að hlusta Ég líka farið bara út wix.com og láta hann að gera það fyrir þig sko. En það sem sagt, við erum með Chicks.com Wix rosalega hæfileikaríka AI núna, en hún sem sagt búin til að gera eitt hlut, þannig að þessi gerfugreind sem að þú biður að búa til heimasíðu fyrir, hún mjög góð í því en svo ferðu yfir á næsta stig ef þú nærða koma þannig að gerfugreindin verður AGI eða Artificial General Intelligence sem þýðir að hún getur vílað að sér og dreigja ályktanir út frá öðru, ekki bara kröntsað upplýsingar á, svona, eftir einni braut eins og hún að gera þegar hún kemst þangað þá geta menn farið að biðja hana að búa til gerfugreind sjálf þannig að Artificial General Intelligence fyrir að búa til gerfugreind fyrir okkur og þá gætur þú dottið í það sem að þeir hafa kenningu að birtist eitthvað sem heitir ASI eða Artificial Superintelligence og þá ertu komin með sko, eitthvað eintak sem að svo margfalt og það mun kallast Skynet miklu fróara heldur en það sko. En gerður ekki þennan kupp það sem var það ekki á árinu? Hvað kupp? Það sem var Google bjóð til kupp já, sem quantum kupp var það ekki á þess ári? Jú svona skammtatölvu sem svona quantum cube svona. Já, og eitthvað dæmi sem þeir gerðu á einhverjum sekundum hefði tekið sko 1.000.000 ár að reikna út það eru nokkrar svona skammtatölvu til í heiminum IBM með eina og það eru til einhverju í Asíu líka en það eru yfirleitt notaðar bara við ógeðslega flókna útreikninga eða úr með tölvu sem bara með línulega útreikninga 0 og 1 og eitthvað svona að þá gera þessa tölvu það mikið hraðar og þegar við komið staði að sko reikni geta þeirra svo mikil að þeir halda jafnvel að þeir geti sko brúað bilin í aðrar vítir og nota reikni getu í öðrum vítum til að samina ég þarf að reikja til að hlusta þetta sko en þeir vita ekki þetta alveg ótrúlegt hvað þessar skammtatölur geta gert sko. En voruð þið búin að fara yfir eitthvað á Íslandi þú veist, annað moskítoflugurnar Herðu Katy Perry maður hvað með hana? Hún fór í geiminn hún best geimt það sko. Var það á þessu ári? Það var á þessu ári Þetta hún ekki bara að vera búið til tónlist eða hvað Jú, en þetta hún hætt með Orlando Bloom? Já, hún byrjaði með Justin Trudeau half Canadian já, einmitt hún meni eyðileggja hann líka eyðileggja hann líka en að fara úr Orlando Bloom yfir í Justin Trudeau já og hvað gerir Justin Trudeau í dag? Hann náttúrulega hættur hann bara í einhverju svona politík sko bak við tjöldin eitthvað já, lítur að vera I don't know I only lead this I like just hairy women Putain Þú voru ekki búin að fara yfir kostningar og eitthvað kostningar í Íslandi? Voru einhverja kostningar? Nei, þú veist bara hvað búið fokkull upp sko. Já, ég myndist á að Það búið fokkull upp? Já, nei, það var Valkyrið það búið fokkull upp? Það var leift ketti og hunda í byggingunum Já, þetta er alltaf mikilvægt atrið til að koma í gegn á hana fyrir frí En alltaf húsnæðisvandamálun en þá í gangi Já, og bara þú veist verðbólga og gamla fólki en þá í vesinni en dýrin hundarnar og kettir þau hafa heimili og það er nöðsynlegt að koma okkur inn í ESB að mati þessar fíbla sem stýra þessu og síðan var líka þau voru með planið að ekki hækka skatta og hvað gera þau bara í lokið á árinu bara búin að hækka skatta við ætlum að hækka skatta hvaða skatta hækkuðu þau? Þeir eru núna að fara með á alla bíla kílómetragjaldið á alla bíla og það mun hækka allt saman þá meina ég allar vörur og náttúrulega sykurskatturinn líka allavega með hitt út af því að það eru sendifærabílar sem fara með allt út allt og þeir þurfa að borga fyrir það og þetta
maður eitthvað bara, come on, út með þetta bílalegur eru að fara að rukka sko 20.000 aukalega á ári til þeirra sem er að leiga bíla þeim sko já Svo segja þeir að sko bensíngjald muni lækka á móti. það er ekki að fara að lækka raskat sko Það er ekki að fara það var nokkra krónur Já, en það sem þeir voru að gera bara núna þeir voru að hækka verðið. Ég sá út á landi þá var verðið að hækka um 10 krónur lítrinn. Já, hækka til að lækka maður Já. Er það ríkisstjórnin, er það ekki bara olíufélögin? Það eru olíufélögin. Það er verið að slá gjöld af sem að þau þurfa að borga með þessu kílómetragjaldi og þá á bensína að lækka á móti það mun ekki lækka þess vegna eru þeir að hækka núna þannig að þeirra lækkun geti orðið minni heldur en eins og fyrirtæki gera fyrir Black Friday. Nákvæmlega. Svolítið þannig. Síðan var náttúrulega fullt af jólaháttíðum cancelled Þýskalandi til dæmis og eitthvað. Já. For your safety. Ok, okkur skildi það vera. Ég bara spyr. I don't wanna be safe. Nei, veist, hvað er vandinn? Það er ekki jólin, það er ekki vandamálið. Skulum bara hafa það á hreinu. Ég ætla ekki að vera svo að segja þetta. Ætla þú að segja þetta þá eða? Á ég að segja þetta? Ég ætla ekki að segja það. Á ég að segja þetta? Sko, þetta er svo fyndið. Allahu Akbar! Já, náttúrulega. En, sko, þetta er Breiðholtseffektið. Það eru nokkri hluti búin að fara úrskeiðis í Breiðholtinu. Já, sko, Breiðholtið er bara Breiðholt. En alltaf þegar einhver er rændur eða eitthvað svoleiðis, það er alltaf Breiðholtið. Og það fær bad orð á sig. Er það ekki með nógu skóplum í hóttunni hjá þér? Já, byrju. Halda áfram þar grafa. Já, ekkert mál. Textin er að gera grín á því að fara í stunguvesti í Breiðholtið, maður þarf að verja sig. Það er alveg deyja. En þetta er að sama með múslima. Það er bara nokkrir sem sprengja sig upp eða skjóta einhvern og þá fá bara bad orð á alla. Þetta er bara það. Og þegnin maður. Það er alveg. Er þetta rámt hjá mér eða? Ég vildi að það vera Ég held þetta sé bara þú ert að reyna að einfalda mjög flókin hlut. Mjög. Þú veist, það er mjög erfitt að ná, þú veist, yfir allt þetta vandamál. Maður getur ekkit Clash of Civilizations. Ég er bara að tala um það er bara nokkri vondir pingu lítið hafa vond orð á alla. Það er akkurat þannig. Ég meina að staðaninu núna er þetta úlinga gengi hérna í mjóttinni er að hafa mjög slæm orð eða gera mjög slæmt orð fyrir Breiðholtið sko. Sama með það sem gerist líka á árunni, á skotári sinni í Sydney, ekki Sydney heldur á Bondi Beach 16 manns skotnir gyðingarnir og þá allir náttúrulega bara út með á alla Þetta voru tveir gaurar og náttúrulega stór hópur bara út með á alla en það er ekki rétt, það á ekki vera þannig út af því að það er eitt sem stoppaði var muslimi líka svo að þetta er ekki bara svona svart og hvítt út með alla, ekki miskilja Þetta er gott fólk, þetta er vont fólk. Já, ég er að Tjúlega heitt hérna Moving on Sko, ég hef aldrei heyrt jafn mikla þekkt hérna inni En ég var ekki að segja neitt rámt Nei. Ég var ekki að segja neitt það sem hefur ekki gerst Hvað er að gerast á árinu? En það er svo fyndið og þetta er líka á árinu það sem maður má actually segja eitthvað sem gerðist og það er, maður er ekki cancelled try it Múna Ég var bara að segja sannleikann hvað þetta var Já. Ég er að reyna að móka mig upp úr þessari hólu hérna, sko. Ég er alveg sammálaðir. Herru, Þetta er svona á svona í lokin eru þið með áramóta heiti? Ég stund ekki svo leys. Áramótaheitt? What? Alveg löngu hætti því. Nei, ég er svo sem ekki með neitt áramótaheitt sko. Ég ætla bara að reyna að gera betur næsta ári en ég gera þessu fyrir lífinu. Já, Ætlar að eignast 2 börn á næsta ári? Nei, ég reyndar ekki. Nei. Þröstur ekki með neitt, Jói? Já, bara ræktinn og vera bjartsýnn. Stay sexy. Það er svona þungslikja yfir Vesturlöndum núna. Það er verið að berja stríðströmburnar og svona. Maður verður að reyna að vera jákvæður. Bjartsýnn. Það er mitt. Á
og næsta ári verður jákvætt ár hjá mér maður. Jákvætt ár. Það er ekki neikvætt. Nei, við að vera hittist þá bara jákvæður. aftur 2027 Birgir Sko, ég misti aðeins svona fór út af spórinu. Fórst í neikvæða nóvember. Já, ég fór neikvæður. aðeins út fyrir sko. Didn't like myself. Þú veist, ég var stundum bara í vinnun á mótnana núna í nóvember og svo ringi Birkir í mig bara 9:00 og ég bara jákvæði skapi svo byrja að ranti á honum og ég bara þunglutur ég má tala dagur minn var bara farin Og ég alveg, got that out of my chest. Já, nákvæmlega. Sunshine, lollipop. Hann að losa og ég bara þetta er allt búið maður Þetta er líka búið að vera ógeðslega þunga fréttir í allan vetur Nákvæmlega. og bara Byrjaði hundleðilegt veður. Byrja allt með moskítoflugunni helvítið stjöfusins Leiðilegt veður, leiðilegt ár. Mér fannst þetta bara mjög gott ár. Mér fannst mjög fallegu dagur í gær. Ég var svo, Það var svo mikill vindur í gær. var bara rigning Lít á og rók. björtu hliðarna þröstu minn. Já, Þú ert á lífi. Þú ert á lífi. Já, Það er jákvætt við þetta maður. reyndi ekki að byggja meira mér var svo illt í maganum í gær líka. það er bara það drekkur mikið Það er bara vandamáli fyrir postulínu, það er ekki þitt vandamál. Já, það er rétt. Póstilínu er bara nam, meina. Þannig að hægt að borða svona saltaf. Ég fæ mann. Jú. Nei, ég er með áramóta heiti. Ég ætla að vera jákvæður allt árið. Yey. Allt árið jákvætt. Þú ætla að hann að bösta eitt og hann ekki Já, við böstum hann eitthvað tímann. Sko, það er að góða við að vera með þetta hugafar. Ef maður er jákvæður, byrja náttúrulega jákvæðum í janúar, síðan heldur maður áfram og þá verður maður bara jákvæður og verður allt miklu betra. Og þetta er bara þjálfun hugunum. Bara venja, þetta er bara vani. Þetta er bara vani. Hver skipti sem þú stígur út á spórinu og skuldar með 10 skall? Nei. Ekki nóg til? Sko, ef ég væri jákvæður hverjum einasta degi í 365 daga, Þú ert að predika að þú ætlar að vera það ég ætla að reyna að vera það. Ef ég væri bara þetta er allt læg kona mín væri bara what a psychopath. Veist, ég er ekki Jón Jónsson sko. Nei on that note sorry Jón hörðu að hlusta. Gleðilegt nýtt ár eða? Það er gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir að Takk fyrir að gamla.